So I should just put the mask on while I walk from here to the podium and then take it off? Yeah. Okay. Hi! Lucky to make it here alive. We have updated numbers on the infection fatality rate for COVID-19 directly from the CDC. The viral weather outside has never been deadlier, but before we get to our regularly scheduled pandemic update, I'd like to begin by reminding you that trillions of people have died. And I tell you this so you'll be in a fearful state, and therefore it'll be much easier to manipulate you into believing everything I say after this point. Is everyone afraid? Good. Before we get to the most updated infection fatality rates for COVID-19, just to give you a reference point, take a look at the flu. It has an infection fatality rate of 0.1%. Says who? Your most trusted health advisor, Anthony Fauci, in the New England Journal of Medicine. Now, the updated infection fatality rates for COVID-19 just released by the Center for Disease Control and Prevention are as follows. For 0 to 19 years old, it's 0.00003%. For ages 20 to 49, it's 0.0002%. For ages 50 to 69, it's 0.005%. And for ages 70 and up, it's 0.054%. And now compare it again to that of the flu with an infection fatality rate of 0.1%. With these COVID-19 numbers being side by side with the flu, which is higher? I don't know. The science isn't back on it yet. If you accidentally thought for yourself, you'd realize the current COVID-19 death count is many times less than the original predictions that were used to justify the lockdowns. But when you look at the numbers, let's not do the math, because we've got an election coming up. So what's the solution to these drastically low death rates? Longer lockdowns, celebrate face coverings, adult diapers, and more intense social distancing practices. Like, we'll be removing fetuses from their mother's womb and placing them in social distancing protective aquariums. We're finding it's too dangerous letting them be in close proximity, so it's for their protection. We're not doing that one yet. Oh, we're not doing that one yet. Well, if you give us an inch, we'll take a mile. But we'll take that mile inch by inch, so you hopefully won't notice. In conclusion, there's a question raised by Robert F. Kennedy Jr. Do pandemics disappear when mortalities cease, or when it's no longer in the media's financial interest to frighten and shame the public? Well, that's such a great question. We'll be happy to censor any attempt to answer it for your protection. Well, that's it, folks. Please stay tuned for future updates, and remember, be terrified and cover your identity. Yes, you will. Hi, I want to thank BlueBlox for sponsoring this video. Já, velkomin á Hóks-Frelsi TV. Ég heiti Pétur Axelsson og þetta var trúðurinn okkar sem var að byrja þarna með JP, Awaken with JP. Maður leikur að sjá á rásina, þannig að þessi smá auglýsing í þessu, byrju, kom ekki skjárin á. Verið að fyrirgefa með það. Það alltaf eitthvað svona smá byrjun af vesen. Veit ég hvort ég var að spila aftur eða hvað ég var að gera? Jú, spilum þetta bara aftur. Það var æðislegt hjá honum, JP. So I should just put the mask on while I walk from here to the podium and then take it off? Yeah. Okay. Hi! Lucky to make it here alive. We have updated numbers on the infection fatality rate for COVID-19 directly from the CDC.
The viral weather outside has never been deadlier. But before we get to our regularly scheduled pandemic update, I'd like to begin by reminding you that trillions of people have died. And I tell you this so you'll be in a fearful state, and therefore it'll be much easier to manipulate you into believing everything I say after this point. Is everyone afraid? Good. Before we get to the most updated infection fatality rates for COVID-19, just to give you a reference point, take a look at the flu. It has an infection fatality rate of 0.1%. Já, það er semst 0,1% sem deyja úr flensunni. Says who? Your most trusted health advisor, Anthony Fauci, in the New England Journal of Medicine. Now, the updated infection fatality rates for COVID-19 just released by the Center for Disease Control and Prevention are as follows. For 0 to 19 years old, it's 0.00003%. For Tökum þessa tölu. Ef þú átt business eða allt tapaði vinnun eitthvað svoleiðis, þá var það vegna og allt ónæði í skólum og allt þetta, það er þá vegna 0,00003 áhættu. For ages 20 to 49, it's 0.0002%. Þetta eru þeir sem eru á milli 20 og 50 ára gamlir. Það er 0,002% dánatíðni hjá þeim. For ages 50 to 69, it's 0.005%. And for þeir sem eru eldri sem 50 til 70 ára, þetta nú hópurinn minn, þá er 0,005% líkur að þetta. Ages 70 and up, it's 0.054%. And now þannig að allir sem eru hundgamlir, þá er þetta 0,054%. Það er ekki ennþá einu sinni flensunni, sko. Compare it again to that of the flu with an infection fatality rate of 0.1%. With these COVID-19 numbers being side by side with the flu, which is higher? I don't know. The science isn't back on it yet. If you accidentally thought for yourself, you'd Ég ætla ekki að sleikja mækin, bara. realize the current COVID-19 death count is many times less than the original predictions that were used to justify the lockdowns. But when you look at the numbers, let's not do the math, because we've got an election coming up. So what's the solution to these drastically low death rates? Longer lockdowns, celebrate face coverings, adult diapers, and more intense social distancing practices. Like, we'll be removing fetuses from their mother's womb and placing them in social distancing protective aquariums. We're finding it's too dangerous letting them be in close proximity, so it's for their protection. We're not doing that one yet. Oh, we're not doing that one yet. Well, if you give us an inch, we'll take a mile. But we'll take that mile inch by inch, so you hopefully won't notice. In conclusion, there's a question raised by Robert F. Kennedy Jr. Do pandemics disappear when mortalities cease, or when it's no longer in the media's financial interest to frighten and shame the public? Well, that's such a great question. We'll be happy to censor any attempt to answer it for your protection. Well, that's it, folks. Please stay tuned for future updates, and remember, be terrified and cover your identity. Yes, you will! Þessi góður snillingur. Já, fyrir ekki að það var að bílaði nú eitthvað í fyrstu sendingu. Ég gleymdi að það var að séra skjáin, sko. Klikkaði á einum takka. En það er ennþá umræða COVID-in og það virðist ekkert alveg alltaf hætta á næstunni, sko. Og ég ætla aðeins að sjá hvort að það sé komið upp frá auglínunni. Og það var já, ég slökti það alltaf. Já, byrju, vísirinn er ennþá í beinni og alveg vill sér það. Alveg þá slepp ég því. En er þið sáu Kári var með einhverja grímu og ég sá nú ekki viðtalið við Bjarni, ég heyrði öllítið af vitleysunni í honum Kára Glæbó.
En hérna myndband það sem að heyri hvað í gangi. So Wendy, I'm going to take my mask off when I speak. Hérna segir Governor Tom Wolf, so Wendy, heyrðu Wendy, ég ætla að taka maskan af, eða gríman af þegar ég tala. I will as well. I'm waiting so that we can do a little political theater. Þessi hérna þingmaður Wendy Ullmann. Ég ger það líka, þetta bara svona rétt til þess að vera með smá pólitískt leikrit, sko, að vera með grímuna. So Wendy, I'm going to take my mask off when I speak. I will as well. I'm waiting so that we can do a little political theater. So that it's on camera. Ups. Þetta var á myndavélinni, sko. Þannig að þið sjáu að þetta óttalega mikið leikrit, sko. Og það allar, ég sagði strax fyrsta daginn að þetta væri hoax eða sviðsetning. Og hérna það virðist vera að ég hafi rétt fyrir mér aftur, en það hef ég hitt rétt í marki í cirka 98% tilfella. Svona þegar ég verið að spá í spilin, þá hef ég verið það nærri raunveruleikanum. Og það ég nokkuð ánægður með. Það bara í góðu lagi. Og hérna það sem að ég ætla að spila núna, það já þið megið láta mig vita að það eitthvað hljóði eða eitthvað slíkt. Ég hérna held að það sé bara lagi með það. En ef það hljóðmaður með okkur núna, þá ég með hérna 3 hnappa til þess að stilla IQ-ið og 1 hérna kompressor. Og hérna þeir mig láta mig vita að eitthvað að því gott fyrir hljóðmál. En hérna athyglisvert, sko, já, hlustum bara á þetta vídeó, svo hoppa ég kannski inn í eða fjallum á eftir, sko. The first time I really questioned. Þetta gaurinn sem að fann upp PCR-testið og svo skrítið hann dó núna í haust, sko, rétt fyrir þessar aðgerðir. I was working on a project where we were measuring HIV in people's blood at this place called Specialty Laboratories in Santa Monica. I was just a consultant there. I came in about 3 days a month, and we were working on that. And at some point, we needed to re-up our grant from the NIH to work on that, and I had to write it. And so the first line of that was, HIV is the probable cause of AIDS. And I wrote that, and then I said, well, I need a paper, some kind of scientific paper, to reference that statement. Þetta það sem að hann hérna, ég man ekki hvað hann heitir, sem var að senda bréf á landlækni og biðja hérna staðfestingu á að COVID, ef að ég gef mér smá stund til þess að þýsa að hann sé raunverulegur, sem ég trú ekki, ég trú þetta sé alveg hóks frá upphafið til enda. Þá hann að segja, sko, að hann var að sækja rannsóknarstyrkinn til NSH, alþjóða heilbrigðisstofnunina í Bandaríkjunum, sem Fauci situr yfir. Og hann var að sækja peninga, styrk. Og þá skrifar hann það líklegt að HIV valdi AIDS. Og svo hérna, ég hef sýnt ykkur þessa mynd áður frá hérna House of Numbers. Og þannig byrjaði þessi eltingaleikur hans við að finna bara byrju hvar þetta staðfest að HIV valdi einni. Þetta nefnilega sama fólki sem gerði HIV blekkinguna. Og þetta mjög svipuð aðferðafræði sem verður að nota. Because when you make a statement like that, that's like a fact.
symbol, you need to say, here's how come I know that, right? You put a little 1 if it's the first statement you've made, and then you put down at the bottom of the paper, you have a 1, and you say, here's a paper by somebody that describes why that statement is true. Það sem það sem að landlæknir gat ekki gert. Landlæknir gat ekki svarað þessu eins og hann að tala þarna. Right, and so I said, well, what's that? I don't know. Let me think about, what is that paper? Who do I go to for that? And I looked around. I asked a couple of virologists at that company, and they said, no, you don't have to reference. I said, I have to reference that because I don't know where that came from. How do I know that? And it turned out that nobody knew it. There wasn't a scientific reference, like a paper that somebody had submitted with like experimental data in it and like logical discussion and said, here's how come we know that HIV is the probable cause of AIDS. There was nothing out there like that. Nothing. Can you talk about your experience when you met Luc Montagnier the first time you questioned him about his, whether he had a reference for HIV, since he is the one? By the time I met Luc Montagnier, I had met a lot of AIDS researchers at meetings, and I had always gone up to them. If they talked like they knew about HIV and AIDS, I always went up to them afterwards and I said, where can I find a scientific reference that I can use for my, remember I said I had a sentence there, it said HIV is the probable cause of AIDS, and I needed to have that backed up by something before I could write it and submit it. And I went around, I asked a whole lot of people. I said, well, the people, I can't find it. At first I looked for it, just in Þessi gaur Nóbelsverðlaunahafi. Like computer searching kind of stuff like that. But then I said, there's got to be somebody that knows this. So you go to experts and ask them. And so I asked all these people one after the other, and none of them had it. None of them. And I was getting really freaked about that. That's when I first started saying, they don't know. Nobody really knows. This whole thing is a big sham. It's ridiculous. But then finally Montagnier came to there was a special little seminar down in San Diego where an old friend of Robert Gallo's, Flossie Wong-Stahl, was opening up the Department of AIDS Research down at San Diego. They had lots of money involved, federal money, and they had Montagnier come there and give a talk. And after that, they had a little wine and cheese thing. And I went over to Montagnier afterwards, and I said, Dr. Montagnier, I can't find a reference. Like I can't find a reference to go with the statement, HIV is the probable cause of AIDS. I'm sure you can help me. And he knew that he probably should be able to help me. And he said, well, why don't you quote this new work, and by new, he meant like something that came out this year, right? This new work about a virus that can kill monkeys. Or I think it was not monkeys, it was like something related to monkeys, some kind of a baby, a little ape. And I had read that and I said, it was like supposedly going to be a model system for studying AIDS, that somebody had figured out some kind of retrovirus that passing it back and forth between various mammals, they could finally put it into chimpanzees and kill them. And it killed them in about a week, and it didn't kill them there was nothing like AIDS there. It doesn't kill you in a week. This is totally ridiculous. None of the symptoms were the same. And I said, well, I read that paper, and I didn't see any connection between that and AIDS, and I don't think that would be I wouldn't want to use that as a reference. Hann sem sagt Nóbelsverðlaunahafi fyrir að hafa fundið upp PCR-testið sem verið að keyra núna efnahag Íslands í klessu og heimsins. And þess að misnotkun á því, og hann útskýraði hvers vegna það misnotkun. I don't remember exactly what he said, but I know he walked away. Oh, no, before he told me about that paper, he said, why don't you use the NIH, like the CDC report? And I said, well, I looked at that, and that was not a scientific paper. And then he said, what about this other thing, this like paper that had just come out about a month before, and a lot of fanfare associated with that paper, but it was total crap. It was like, yeah, if you get $2 million, you can figure out how to kill a primate with a retrovirus. So what?
Doesn't have anything to do with AIDS. It didn't look like AIDS. It didn't smell like AIDS. It wasn't AIDS. It was just like, got a retrovirus that can kill a chimpanzee. So what? So I didn't get any more out of him. He walked away after that. And the people standing around, by the way, who were his colleagues there, looked at him like they were thinking he should come up with a better answer than that. But he couldn't, and he just turned around and walked away. I really thought he'd have an answer. I really did. I mean, that was my last, I was right at the edge of my faith in the system. Þetta sama á Kári, sko. Hann svona svindlari. Síðast Kristofan og Kára var allt í rusli kringum hann. Þetta svona helsti, hann og Gallan sem hann nefndi á hann. Þetta voru helstu sérfræðingarnar eyðni og allt þetta. Ég hef sagt lengi að það hóks. HVF hóks og menn hafa verið mjög sárir út og reiðir jafnvel. Fólk sem þekkti eitthvað með eyðni eða HVF eða eitthvað. Bara verið svakalega reiðir, sko, út í mig. Og þeir sem vilja horfa á alla myndina hérna, The House of Numbers, þá mæli ég með að þið geri það. En hlustum á þetta viðtal til enda. Þetta svakalega merkilegt inn í þær kringumstæður sem við erum í núna. I really thought he'd have an answer. I really did. I mean, that was my last, I was right at the edge of my faith in the system, but I thought Montagnier will know why he thinks HIV causes it, and he'll tell me. He'll say, because of this study, you know, but he didn't have that. None of those guys have that. And that's why they're so weird, you know. That's why they don't want dissent. They don't want people like me walking up and asking them those kind of questions. And they're willing to like go to great lengths to prevent that. They're out on a limb. I wouldn't want to be there with them. I was given the mission to develop an HIV diagnostic test. And it was sort of an unspoken tradition at Amgen that whenever we would launch into a product development effort, that we'd invite persons from both sides of an issue. And the only person that I knew was not entirely convinced that HIV was an important target. Amgen, ég held að það sé núna fyrirtæki sem keypti hérna. Var þetta ekki Amgen? Hver Amgen? Jú, Amgen fyrirtæki sem á íslenska erfðagreiningu. Diagnostic test. And it was sort of an unspoken tradition at Amgen that whenever we would launch into a product development effort, that we'd invite persons from both sides of an issue. And the only person that I knew... Þannig að þessi gaurinn hans með beina tengingu við genakára, Kára Glæbo eins og ég vil kalla. Was not entirely convinced that HIV was an important target was Dr. Peter Duesberg. So I called Dr. Duesberg to come out and give a seminar at Amgen, and he agreed. And it was at that time when he had introduced his theories about other causes of AIDS and his beliefs that HIV was a harmless passenger virus. So that really is what planted the seeds in my life to start questioning the link between HIV and AIDS. And it was interesting at that seminar, the majority of the PhDs in the company actually boycotted the seminar. They had refused to come and be in the same room with Peter Duesberg. And I thought this was odd because as a scientist, we generally love vigorous arguments. And I thought that if persons had arguments against Peter Duesberg, that this would be a perfect time for them to attack him. Núna vitið það hverju ákveðnir hópar af fólki í þjóðfélaginu vilja alls ekki koma viðtalið á mér eða tala um mig. They did, however, let the research associates come to the seminar, and it was just amazing. Everything that Dr. Duesberg had brought to my attention was completely unknown to me. And based on what he said, I was convinced that there were some serious problems with the HIV/AIDS hypothesis, if indeed what he said was true. And that prompted me to go to the library. And that was about 12 years ago, and I've been studying this issue ever since.
I remember when I made the shift myself, because for the first few years of AIDS, I was reporting on this story from the conventional perspective. And then I learned from one reason or another, I had a chance to go into it more deeply. I spent a week in the lab of a virologist in Germany who showed me the procedures that were involved in isolating and purifying viruses, showed me why he also didn't believe that this had ever been done with HIV. Ég ætla ekki að gera þetta lengra en ég náði ekki samtalinu við hann. Með þess að hann við Karim Mullins, hann talaði líka það hvernig þetta test framkvæmt sko. Það mjög áhugavert líka. Og það sem sagt þeir taka einhverja öreind, nánast bara mólekúl, og síðan margfaldar það. Og geta nánast fengið hvað sem út úr því sko. Þetta bara eins og epli sko. Þegar þú sérð eplið þá veistu svona cirka hvað það En síðan getur þú tekið bara eitthvað alls konar drasl sko, lím og eins og notaði props og plast og máling og fleira slíkt og búið til epli úr því sko. Og hann raun að segja það sko, að þessi test þannig að þú getur búið til hvað sem þú vilt sko. Og getur fengið hvaða niðurstöðu sem þú vilt. Og þess vegna sagði hann sjálfur sko, að þessi test væri ekki notað í þetta tilfelli. Að sem sagt að sanna það eða finna tengsl á milli þetta sem þeir kalla vírus, sem ég trúi reyndar ekki sér til, en það eitthvað efni sem að þeir trúa valdi veikindum. Og sá sem fann upp þetta test, þetta PCR-test, Karim Mullins, hann sagði þegar hann fann þetta upp að það ekki hægt að gera það. Þannig að þessi test eru vísindalega sönnu til þess að vera gagnslaus í þeim tilgangi sem verður að nota þau núna. Og hann sagði, sko, þú getur tekið þetta eitthvað efni, þú getur margfaldað 35% og þú getur farið með upp í 64% eða bara upp alveg eins langt þú vilt, þá getur þú farið þá niðurstöðu sem þú vilt. Og svo getur þú framkvæmt einhverja vúdú-lækningu eða gefið bóluefni eitthvað slíkt og þá getur þú tekið annað sýni og keyrt það bara upp í 12-falt. Þá finnst það ekki neitt, eða þá ringi ekki bjöllunar hjá þeim, sko. Þannig að læknamafían getur bara fengið það niðurstöðu sem þeim hentar. Og núna verið að nota það í pólitískum tilgangi. Þeir eru bara með þannig að rofa á tækjónu sem þeir getur bara, já, ég ætla að fá þetta positíft, þá setja það bara mögnuna í botn eða þetta bara sturlun. Og eins og hann sagði, sko, hann vildi finna upplýsingarnar þetta og hann hélt að þessi franski gaur væri með þær, sko. Og svo komst hann enginn að þessum gaur og vissi neitt þetta. Það var enga sannanir fyrir HIV, engar. Og þetta ég búin að segja ykkur áður. Og er nýleg frétt frá því 11. ágúst 2019. Að hann deyr 74 ára gamall, sem nú ekki gamalt fyrir svona vísindamann eða læknir. Hann deyr 7. ágúst 2019, rétt áður en að það var ágúst og kemur september og svo var event 201 í október. Event 201 var í október, held ég örgulega. 18. október, já. Þannig að sjá að hann deyr, það bara 1 eða 2 mánuðum áður en að það partí fyrir gang, sko. Og hann þessi PCR, fann það upp, hann fékk Nóbelsverðlaun fyrir það. Þetta engin kjáni sem við erum að tala hérna. Eins og það sýnist mér og þú takk eftir og sjá það í myndina líka. Bara fólki sem í þessu, sko. En hlustum á þetta. Þetta viðtal sem að Elon Musk var í við hennar Kara Swisher
hlustum aðeins á það, mjög merkilegt. If you'd like to subscribe, go to nytimes.com/subscribe. And thank you. Elon Musk has gotten into some trouble surrounding coronavirus. He tussled with local authorities when he insisted on keeping his factory open despite lockdown orders. On Twitter, of course, he called shelter-in-place orders, quote, de facto house arrest, and predicted, quote, close to 0 new cases in the U.S. by the end of April. At the end of April, with many new cases every day, he tweeted, quote, free America now, in all caps. On this issue, we do not agree. I mean, this is a hot button issue where rationality takes a backseat. So in the grand scheme of things, I think this is, what we have is something with a very low mortality rate and high contagion. And það var það sem ég sýndi ykkur á það næstu engin úr þessu. Something that is of low risk to... Þessar tölur sem ég sýndi ykkur á sko 0,05 er svona bara talningaskekkja sko. Og það sem við kallar rounding error. A young person is of high risk to an older person. Essentially, the right thing to do would be to not have done a lockdown for the whole country, but to have, I think, anyone who's at risk should be quarantined until the storm passes. All right, but this storm is coming again. You're talking a lot about saving humanity, but these are humans that die in the process. Everybody dies. I know that, Elon. I get that. The question is, what on balance serves the greater good? And you feel lockdowns did not do that? No. This is a no-win situation. It has diminished my faith in humanity, this whole thing. Because? The irrationality of people in general. And so when you say it questions your faith in humanity, it's that people are irrational around it. Yes. And you wish they would not be. Greinilegt að Elon Musk hefur verið að hlusta á Axel á Hoax Frelsi TV. Hann bara að segja nokkuð sem ég bara verið að segja. En hann sko devil's advocate í hugsanlega í þessu plotti sko. So when you see, will you get a vaccine? What do you do with your own family? You won't get a vaccine. Why is that? I'm not at risk for COVID, nor my kids. Mm-hmm. So you won't do that? No. And what do you do now? Do you just go to work? Is that how you're conducting yourself and your family? Yeah. Yeah. This entire time, SpaceX has been at work through this entire thing. We didn't skip a day. We had national security clearance because we're doing national security work. We sent astronauts to the space station and back. Tesla has been, apart from several weeks where we're shut down by the state and then an overzealous Alameda County, which is a travesty. But apart from that, we've been making cars this entire time, and it's been great. All right, let me ask you one more question. So you were arguing for the car maker's point of view. Let me take a point of view as someone who's worried about their family, if they have elderly people or stuff like that. How do you answer your employees? You say, I think you're putting me and my family at risk. What do you say to them then? Great, stay home. Stay home. That's it. Yeah. Do they get penalized for that, or just what can they do if they feel that they are at risk? I mean, if they have a legitimate reason to be at risk, then they should stay home. All right. So when they decide, this is your policy, when these workers are worried, and do you feel that they have I want to just get back to that. Put yourselves in their shoes. Do you feel they have a good reason to be worried? And do you feel a duty to pay them and make sure they're okay, despite the fact that you don't agree with how they feel about COVID versus how you feel about Just COVID? Move on. Just move on. That's what you want to do. Cara, I do not want to get into a debate about COVID situation. Okay. All right. Okay. I want to finish up talking about... If you want to end the podcast now, we can do it. Okay. What do you say? No, we don't. I don't want to end it. I just want to understand where you've at. But I do. I feel like I understand where you are. So one of the things... And I should say, we've also spent quite a lot of time with the Harvard epidemiology team doing antibody studies. Tesla makes the vaccine machines for CureVac. Gates said something about me not knowing what it's doing. It's like, hey, knucklehead, we actually make the vaccine machines for CureVac, that company you invested in. Seems like you have a lot of passion around this topic, like that you feel this has been blown and that there are better ways to do it, which is what you do in your other parts of your life, correct? Whether it's Tesla or SpaceX, the rockets aren't being reused.
Hann kallaði Kill Gates Knucklehead, sem bara flott. The cars aren't electric. The way we address viruses is irrational. It's very irrational. I probably should allocate some time to this more. I mean, I have allocated some time to this, but only less than 1%. So maybe it should be more than 1%. You should stop complaining about how irrational people are and do something about it. That's what I say to you. Yeah, no, honestly, I'm just trying to figure out, like, okay, honestly, I really am just trying to do the most amount of good with the time that I have on this earth. And, you know, not always succeeding, but that's the goal. And then it's like, okay, man, I got to do this without my brain exploding, you know, and going too crazy. So then it's like, okay, if I got to allocate brain time to this one thing, I got to take it from someone else. What's that going to be? And then I've tried just working myself to the bone, but you just can't keep doing that. No, that didn't work. What do you do to calm down? Well, I don't really get to... Well, not your brain exploding. What do you do to stop your brain from exploding? It's more like I just have too many thoughts in my head and then I can't go to sleep. You know, and then it's not really so much a question of anxiety or fear or anything. It's got too much stuff in my head. You know, it's like having too many browser windows open or something. Like, oh, okay, the computer is like running, it's overloaded. And then you can't close the browser windows and you can't go to sleep. So that's challenging. And then endurance definitely does go a little bit down as time goes by. And hopefully wisdom gets a little better. I don't know, just trying to be as useful as possible. That's generally my advice to people, is try to be useful. It's very difficult to be useful to others. You know, to do a genuinely useful thing to others, that's what we should all be trying to do. And it's very difficult. All right. Let's talk about your electronic ghosts, what you're leaving behind. You still tweet, and a lot of the last 3 months. Jeps. Þetta Elon Musk, hann allar bara absolutt ekki að taka í þessu bóludrulli, sem náttúrulega bara gott mál. Og það ekkert að því. Tökum þetta kannski aðeins seinna. Já, þetta aðeins seinna. Ég að raða upp dragskráninu bara í beinni. En sem sagt, þetta var allt saman planað á Event 201 eins og ég hef sýnt ykkur mjög oft. Og getið þið séð bara vídeóin af öllu sem var í gangi þarna. Og ég sýndi ykkur síðast Holodomor og þetta allt saman í gangi, sko. Þetta allt saman í fullum gangi. Og einhverju hluta vegna ætlaði að herða núna ruglið á Íslandi og bara loka aftur öllu. Sko þetta eru efnahags, þetta stríðsaðgerðir, hernaðaraðgerðir. Og markmiðið að ná heimsyfir á þeim og stjórna þínu lífi alveg fullkomlega. Þeir verður ekki hleypt upp á hálendið eða út á sjó eða neitt. Þú fær bara að vera í sveitafélaginu sem þú mert í akkurat núna. Og síðan verður bara framleitt svona solid grain drullumall. Og þú bara étur það og þegir. Ég ætla að spila Ganni eitt sem ég fannst mjög flott. Frá Bannett TV. Og það svona svolítið rockað, þannig að þið passið ykkur ef þið eru með headphone. Þetta pínu rockað. Kemur það. A world where people only venture out in masks. Our insistence now on wearing masks. Sabotage!
So I'm hoping that you can tell us a bit more about how your understanding of what we should do. This is the new normal of possibly the greatest pandemic the world has ever seen. Massive compulsion will be used, certainly against the American people, to get them to take these vaccines. How do we have retribution for what we can prove? There were U.S. government funding under Obama and Fauci to create things like this. It's on record. It's not debatable. How do we prosecute them? Because that's how we bring them out of the power structure to keep using this as a power grab. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. So we, we'll have to prepare for the next one. That, I'd say is will get attention this time. Já, hann lofar því að þið takkið eftir næstu bylgju, sko. En það verið að handtaka fólk út allan heim út af því að það ekki með grímu útendira, langt frá öllum. Og það byrjaði eins og þið sáðu taka fólk bara í alls konar búðir og það heyrist ekkert frá þeim aftur. Og vitleysan heldur bara áfram, endalaust. Það mig langa að minnast á annan punkt. Já, það þetta sem ég þarf að sýna ykkur, býtum við. Það þetta eiginlega búið spil, við getum eiginlega farið að ræða bara hvað við ætlum að gera við fólkið á Íslandi sem stóð að þessu. Hvað rétt að gera í stöðunni? Hvernig best að refsa því fólki og þetta eru svona stríðsglæpa stærðagráður, og ég myndi skoða með að stofna félagasamtök eða semst í hópmálsóknir og fleira slíkt, þeir sem hafa tapað á þessum blekkingum. Að þið séu að landlæknir getur ekki lagt fram neinar sannanir. Eins og hann talaði þannig að Nóbelsmeistarinn, hann sagði að hann fann enga tengingum milli HIV og einni. Og það að sama með þetta COVID, það engin með tengingu á milli COVID og einhverja veiki, En eru sem sagt fleiri upplýsingar að það komið í ljós að COVID-19 testin, tækin og alla græjarnar voru seldar 2017. Þannig að þetta ekkert svona eitthvað sem gerðist bara þetta búið að vera undirbúning í áratugi eða árhundruð, Og þetta sami prósessin,
Og ef ég legg hérna aðeins punkt undir hérna, ég legg aðeins punkt hérna í bóluefna umræðuna, þá það ákveðin staðreynd að hérna kannski finni hérna YouTube. Að sko þetta hérna sjáum þið hvernig hérna sjáum hvernig stjórnvöld sprayuðu DDT sko. With the possibility of a serious infantile paralysis epidemic, health authorities of the city of San Antonio, Texas, attacked the germ carriers throughout the city. With the war discovered DDT in special sprayers, sections of the city are blanketed infantile paralysis. With the possibility of a serious infantile paralysis epidemic, health authorities of the city of San Antonio, Texas, attacked the germ carriers throughout the city. With the war discovered DDT in special sprayers, sections of the city are blanketed with the insecticide in the fight to stop the spread of the dread poliomyelitis. Every suspected spot is sprayed. The medical officer explains that buildings treated with DDT remain effective against mosquitoes for about 3 months. The Africans at first are not very impressed. Some are afraid that the DDT will poison them, while others suspect some sort of witchcraft. Já, vilsingarnir í Afríku sko. The entomologist Sem núna ef að koma svona rauðakrossar eða eitthvað svona hvít heilbrigðisstaðsfólk þá það grýtt sko bara á hann að kemur inn í þorpið sko. calls for a bowl of porridge. This is sprayed with the solution in full view of the audience. He now eats several spoonfuls of the mixture to show that the contaminated food is harmless. Ég held að þetta sé bara skýr. Even this fails to convince the audience. Þannig bara verið að grínast með þetta, bara fyndið. Þetta fólk, sko, þetta COVID-lið sko á Ísland og erlendis hlæraðir alla leiðin í bankann sko. En það svo merkilegt sko að hérna sýningur hérna, sko hérna Natural News, pröfa að deila frétt frá Natural News inn á Facebookina, sjáum hvað gerist. En þessi frétt hjá Mike Adams byggir þessari frétt hérna. Og hérna þess að DDT sem var sprayað út allt og hérna sjáum þið sko polio og sprayjanir á þessu DDT og allir þessar línur fara nákvæmlega saman sko. Síðan var það cirka hérna cirka sem var ákveðið að hætta að sprayja eða hvort það var hérna fyrr sko. Kannski hérna, það var ákveðið að hætta að sprayja og þá bara hrundi tala niður sko og á sama tíma kynntu þeir bóluefnin sko og hérna sko ef þið farið að rannsaka þetta passið ykkur að þetta ekki svona djúpt í djúpulögin eins og ég sko það vill enginn tala við mig og enginn vill ráða mig í vinnu og það er ekki nema gott fólk, alveg ekstra gott fólk sko. Þeir finnst mjög gott að vinna með mér sko. En þannig að þegar að bólusetjararnir fara að koma og segja, heyrðu, já, við björguðum polio sko, þá er þetta að skoða það í samhengi sko. Og það er þess að vita núna að það sem kemur úr chemtrailinu eru þungmálmar sem eru bara svipaða sprayjanir og
Og þá segja sumir ykkur bara, hvað er þetta að meina? Það fyrir ekki ríkisstjórn að spreyja fólk með einhverju eitri. Þú ert nú bara ekki í lagi, kallinn minn. Nú, jæja. Really? Þú verður að borða það sér? San Antonio, Texas, attacked the germ carriers throughout the city. With the war discovered DDT and special sprayers, sections of the city are blank. Sko, ef þetta væri gert nálægt mér, þá myndi ég nú bara taka barnið mitt heim, sko. Það myndi ekkert vera í svona rugli, sko. En ég ætla að skjóta inn hérna öðru svona skemmtilegu. Hérna þeir að tala hana Gretu. Ég tala hugsalega bara næst hana Gretu. Vinkonu okkar. Algjör snillingur þessi stelpa. So, today, a mix of sun and clouds, chance of sprinkles, don't forget your brelly. All clear by your evening commute. Tomorrow and for the rest of eternity. Þetta var nú bara svolítið fyndið, sko. Diana Clone. En hérna þetta nú bara eins og það ég bauði nokkrum í viðtali í kvöld og það vildi enginn koma, það vildi enginn tala við mig og ég mun byrja núna svona senda viðtalsbeiðnir á svona landlæknisembættið og spyrja Kára hvort hann vilji koma í viðtal og eitthvað ráðherra Katrín kannski. Þetta lið náttúrulega getur ekki beðið eftir að komast í viðtal hjá mér. En ég svolítið hissa á því, sko, fólk sem ég hélt að væri sama liði og trúþverarnir, eða við sem erum samsæringarnir, það fólk vil heldur ekki koma í viðtalið. Sumt fólk sem er svona upprísandi stjörnur í samsæringarbransanum, þeir vil ekki tala við mig. Ég veit ekki, það getur svona bara verið af því að ég sé svo mikið bjáni, sko, ég veit það ekki. En einhverjir hafa sagt, já, ekkert mál, ég kem og tala við þig, þegar það hefur ekki Já, einmitt, hérna segir hlustandi. Í einna fyrstu almannavarna yfirlýsingum á RÚV kallaði Þórólfur Guðnason vírusinn ímyndaðan. Það er nefnilega hárrétt. Þetta er bara ímyndanarveiki. Og DNA er hoax. Það er ekki til neitt sem heitir DNA. Ef þið trúið því, þá var það mikill misskilningur. En svo er núna hann Mr. Trump. Hann er einhvern veginn að tvista með þetta. Það er eitthvað tvist með COVID hjá honum. Og þannig að sósíalverkfræðingarnir hans á að einhvern veginn vilja láta hann taka tvist á því. Og ég held allir sjá að hann er nú ekkert mikið veikur, sko. Og þið sáu náttúrulega tölundar á hann. Hjá honum vinn okkar, besta vinn okkar. Hann er með þetta á hreinu, sko. Hann GP. Ég man ekki hvað hann heitir. Þetta er sem sagt frá CDC. Þetta eru staðfestar og opinbera tölur. Þótt hann sé gúfralegur, þá hefur hann nokkuð vit á málum, sko. Og hann talar flu infection rate, þess bara haustflensurnar eru cirka 0,1% dauðsfall, sko. En samkvæmt opinberum tölum þá eru þetta dánartölunar út af COVID, sko. Og fyrir utan það að það er ekki hægt að greina þetta neitt, sko. Þetta er bara, meira sem þeir ná ekki að ljúga tölunar upp meira en þetta. Sem er alveg ótrúlegt. Menn voru að tala á Íslandi 25-30% dánartíðni. Spænska veikin og þið getur fundið eitur og bólurefni í kringu það. Þessir hermenn, þessi svæði sem fólk var að drepast, þá er þetta allt saman bólusett. Og þeir sem voru að drepast í Ítalíu, það var allt saman mest var fólk að deyja, sko, á bólusettu svæðum, sko.
Þannig að þessi glæpamafía svo svakaleg, sko. Þetta sem mafíuna í Ítalíu þegar við verðum að ræta hana upp, sko, það tók bara áratugi, sko. Og dómararnir drepnir og það var bara ekkert þetta að gera. Það var svo mikið glæpavald, sko. Og sama orðið með þessa læknamafíu. Og það ekkert hægt að það bara ekkert hægt að eiga við þetta neitt, sko. Það svo sturlað allt saman. En ég tók eftir einu sem náttúrulega hugsalega selective seeing hjá mér, það getur alveg verið, sko. Að ég sé hvort það finnum við þetta á mig bara. Já, er það, fyrir ekki það. Nei, já, við þurfum að tala þetta líka. Sem betur fer virðast ákveðnir embættisöfl vera að leysast úr læðingi. Að það sem sagt persónuvernd ætlar að fara alveg ofan í Kára-Glæbó og ég vorkennum ekkert við það. Það var bara að taka hann alla leið. Og engin afsláttur á því, sko. En þannig að ég mæli með því að taka þetta alla leið. Það var ég var með annað En það náttúrulega þessir glæpamenn hafa komist upp með það lengi að sóða út upplýsingar Íslendinga. Og já, þetta var á Vísir. Hættur að það Vísir, sko. Það svo miklu klaufar, sko. En ef þið trúið orða því sem að hann Kári Vitlýsingur segi, þá get ég nú ekki hjálpað ykkur, sko. Ég finn ekki fréttina akkurat núna, en það var verið að segja frá því að ég nú með einhvers stað ég finn hana seinna. En það var verið að segja frá því að í Hvíta-Rússlandi, þar konum sérstaklega sem eru í einhvers konar stjórnmálabaráttu eða gagnrýna stjórnvöld og fleira slíkt, þá þeim hótað að börnin verði tekin af þeim. Ég held reyndar að okkar tilfelli sé ekki þess eðlis. Það þekkt aðferð til þess að beygja fólk. Hérna Hoax heimasíðan, flottasta heimasíða í heiminum. Og endilega biðja ykkur að deila því sem að gerast hér og fylgjast með. Og þetta að styrkja. Ég tek nú ekki meira 50.000 í einu og ekki minni 500, það tekur kannski ekki að prósessa fyrir minna. En hérna líka bankanúmer, Íslands bankanúmer. Og hérna PayPal-in minn, ef þið viljið kaupa miða við innganginn, eins og ég kallaði það. Og þetta mjög athyglisvert myndband hjá honum Shapiro. Ég búin að deila því. En það svo merkilegt að þetta bara búið að taka úr sambandi, athugasemdir. Og það virkar bara ekkert. Og öllum þegar ég fyrir á stundina, ég tjekka á því aftur bara. Það
Ég ætla að segja hér, sko, þetta CIA listi, sko. Þessi listi, já, það komið núna. Byrjum við, þarna alltaf, þetta virkaði þetta ekki í dag. Það kannski vita, að fylgjast með mér ykkur. Að það eru margir farnir að segja að stríðið fyrir plebbana sé búið, sko. Og þessar valdstjórnir og klíkur, sko, alþjóðlegu glóbalista stofnanir og þetta í raun búið spil, sko. En þá sannarlega eftir að hefja loka orustuna, sko. En við erum nú þegar í stríði, sko. Og þetta fólk á þessari mynd hérna, þetta eru sem sagt listamyndir sem list sem ég geri. Ég geri svona listaverk, sko, með digital fíneri, sko. Þannig að þetta ekki kópering á ljósmynd, þetta stílfæring. Þetta svo að teikna eftir póstkorti eða mála eftir póstkorti. Þetta allt saman list eftir mig. Og þeir sem að vilja fá eitthvað fyrir sinn snúð, ég nú svolítið þannig sjálfur. Oft til ég að kaupa eitthvað svona smottir í það, en þótt ég sé nú ekki alveg til í kannski að ég reyndar á það til að styrkja, bara senda peninga. Ég var nú vist að játa það, ég geri það stundum. En það náttúrulega bara svo hart slegist allar peninga hér að það ekkert alltaf í boði, sko, að senda einhverja peninga, en ef það eitthvað sem að mér finnst mjög mikilvægt og ég vil fylgja eftir, þá á ég það til að senda smá fíneri, sko. En ég ætla að sýna ykkur hérna, ég að gera meira svona hérna ég til dæmis með eina svona listaseríu sem eru peningar. Og þetta geti prentað út og striga og alls konar fíneri. Þetta sem sagt gjaldmiðl sem 100 kvadrilljón dollars. Og hérna bara $1 trillion. Þetta var svona áður en að þeir mistu tökinn, sko. Þessi seðill mjög frægur, sko. Eiginlega frægar en hinn. Hérna ég svona búin að effekta þetta í hálfgert listaverk. Eða mér finnst þetta voða mikið listaverk og flott, sko. Einhverjum öðrum finnst þetta kannski bara ljótt, sko, ég veit það ekki. Hérna byrjum við á Mac. Ég var nú í þessum sértrúarsöfnuði 1984, þá gekk ég í þennan sértrúarsöfnuði hér. Hjá pastorunum Steve Jobs. Já, þessi nú aðeins misefnið. Já, hérna þessi. Þannig að ég verið að gera, hérna fuglar. Þetta svolítið flott kannski á striga, sko. Þess að sitja á vegginu eða eitthvað. Frá lóan. Fugla. Og hestar. Það nú ekki mikið að því reyndar. Stríð. Maður vil nú ekki hafa þetta á veggjónum. Maður ekki styðja stríð. Ekki nema að sé ykkur í stríðsherrar horfa. Þetta eru Psycho-myndirnar, já. Þannig að það kallir alltaf eitthvað að dunda sér, sko. Engin skortur á því.
Herru, nú erum við komin í klukkutíma, ég ætla að reyna að stytta þetta og aðeins að skera aftan að þessu hjá mér. Og við kannski bara endum þetta núna. En endilega muni líka að ef þið getið að deila myndböndunum mínum. Það virðist nú vera ennþá ég sé hálf bannfærður sko. Og alltaf svolítið erfitt að aðtapna sig þegar maður í bannfæringa þegar búið að bannfæra hann. Það er ekki léttir ekkert lífið sko. En það er sem sagt mikið góða fréttir og slæmar fréttir. Og eins og bara alltaf í lífinu væntanlega. Og nú eru hvernig aftur þeir eru að fara að gera svona litakóta aftur. Og ég nú sennilega að fara að gera litakóta kerfi líka sko, það sem að ég verð með þetta heimskustig heimsins og Íslendinga. Þeir eru orðin svona órann sko í heimsku. Þau eru með hættustig og ég er með heimskustig. Og heimskustigið hjá þessum plebbum er komið í nokkuð rautt. En mér gengur mjög vel með að gera þetta svolítið flott. Þetta er mjög hraðvirkt, þetta er flott. En ég er í algjörum vandræðum með textan sko. Sko ég get fundið efnið og ég veit svona nákvæmlega hvað ég vil fjalla en mér vantar eitthvað til þess að þetta er bara Google Translate sko. Ef það væri eitthvað sjálfbáðulegið sem væri til í að renna bara yfir textan og eitthvað sem er svona í sömu hugsun og ég. En nú ef enginn vill það, þá er það bara þannig. En mér finnst þessi síða vera að koma mjög vel út, þessi Hóks síða. Og hún er reyndar að hluta til glósubókin mín. Í staðan fyrir að vera að halda utan allt og þessi er reyndar hún gefur rosa mikið á góðum upplýsingum en það er svolítið einhliða hjá henni sko. Það vitið af því. En svo bara láta sér líða vel og hafa gaman að lífinu. Hér gengur, já heyrðu þetta er flott sjónarhorn. Þarna fann ég nú eitthvað sætt. Og gjaldmiðla seðillan í bakgrunnin. Kannski að sita einhverja dekkri mynd þarna. En það er sem sagt það á að keyra allt í kaf og klessu. Það er pælið. Það er áætlunin. Og er eitt vörumerki sem ég er að vinna með, til dæmis. Partus, sjáðu þið í bakgrunnin. Þetta er vörumerki sem ég ætla að fara að setja af stað, heimasíðu með. Ég hef aldrei haft ekki nóg að gera í lífinu, þannig að ég sitt fljótlega meira trukk í heimasíðugerðina og vistunina. Ég er að leggja loka hönd á að undirbúa mig undir prentverkið eða svona auglýsingavörurnar sem verður á þessu merkilegt.is hérna. Þetta er logoið sem ég finnst mjög flott. Og og er að leita að partnerum eða þeir sem kunna til þess að líma upp og ramma inn og fleira slíkt. Ég hef áhugað að koma mér upp smá neti af slíkum einstaklingum og þá myndi ég senda þeim bara í hólk filmundar og þá myndi þessir partnerar mínir fara og líma það upp og
gera allt sem gera þar með það. Svo ég með verð með öll vinnuföt og bóli og allt þetta sko. Þar verð ég bara með sko heit pressað. Og ég alltaf vilja vinna með öðrum svolítið. Þannig ef þið viljið eða bara ef þið viljið versla með fyrirtæki og vantar eitthvað, reyndar ekki alltaf að fara á hausinn núna. Ég var að tala við einhvern í þessum bransa, það var bara allt lokað. Það var bara síðasti maður út þar að slökkva ljósin. En það er nú svona hugarástand sko. Ísland er nú svona hálfgerður korkteppi, kom alltaf fljúgandi upp aftur, því dýpra sem við förum niður, því hærra förum við upp þegar korktappanum sleppt. Og ég hef svo sem ekki ástæðu til þess að halda að sé eitthvað öðruvísi núna. Það er væntanlega bara nákvæmlega eins núna. Mér finnst þessi mynd algjör snilld. Og svona hvernig munnurinn á þeim kemur sko. Það finnst mér algjört. Ég hef mjög gaman að vinna í þessu. Og svo var ég náttúrulega crazy ver og við viljum vista alltaf nóg að gera sko. En þeir sem að hafa ágjör á okkar málum þá hefur ekkert gerst sko. Nú bara vopnahlé sko. En ég ennþá að vinna í lögfræðinni og það kemur fljótlega í ljós hvort að þetta verður stríð eða hvort að þau bakki. En það félagsmálastofnunin eða sósíalinn. En þótt að þeir bakki þá munum við kæra læknana á sjúkrahúsið eftir Nuremberg-kód. Og að því að við erum íslensk öll nema Tígist, hún komið með sænskt vegabréf. Fekk það núna í vor. En ég og öll börnin erum skráð Íslendingar. Þannig að þetta verður væntanlega líka einhvers konar milliríkjamál. Og ég mun næstu viku tala við þetta, hvort það sendir á því koma eitthvað inn í þetta. Ég veit ekki, þeir eru nú allir í sama global lista klúbnum sko. En maður má nú víst ekki fara langt yfir strikið með paranójuna sko. Þannig að inn í þessu kerfi fullt af einstaklega góðu fólki. Eins og var í kaþólsku kirkjunni þegar þeir voru að brenna fólk til þess að bjarga því. Og ég búin að vera að hugsa svolítið ég hef aðeins verið að hugsa, alveg satt, ég var að hugsa svolítið. Og þetta sennilega líka svolítið eins og réttarhaldur yfir nornum sko. Að þau áttu aldrei séns sko. Það var sem sagt, ef að þú flaust á vatninu lausnin var að kasta fólk í vatn eða svona stórt fljót eitthvað svoleiðis. Og ef þú flaust, þá varstu greinilega norn, þú ert að hengja þig. En ef þú drukknaðir það, þá varstu greinilega norn líka einhvern veginn. Og ég hef nú hort á vídeó þetta. Að þetta réttarhöld, sjáðu. Og tribunal. Einhvers konar tribunal. En voru bara einhverjar stelpur sem að byrja að ásaka fólk að vera nornir. Og eitthvað virðist það nú hafa verið stýrt af því að það var bara svona óvinsælt fólk sem átti land þarna, sem að aðrir ákýrnust. Og og
þegar úlingsstelpunar fóru að sjá einhverja í elitinni sem nornir, þá var sagt stopp, sko. Þetta var látið viðgangast með hana svona, veist, eins og við gert á Íslandi, sko. Verðbólgan látin vaða upp og ákveðnir hlutir látin ganga, sko. Það fara til að svona pupullin búin að tapa öllu sínum og þannig var það gert hérna. Það voru sérst einhverjir fáið eitthvað fælega, þetta er svo skrítið maður. Að þetta var látið viðgangast meðan allir í pöpulnum höfðu tapað lífinu og þar með eigum sínum. Held að vera ákvæði í þessum að fólk tapaði líka eigum sínum. Þú eru ekki að fullera það, áttur að lesa það, en ég held að það er þannig. Og þetta er það sem við hinni kristnu köllum vélabrögð andskotans eða djöfulsins. Og það er nú oft svona bara viðhorf hinna kristnu, ég bara láta það bara, ég veist þegar við erum að flýta, við erum svo mikið að flýta okkur til himna. Við höfum engan tíma í ykkur vilsingana hér. Og það var svona outbreak, sko. Já, það byrjuði á Anu Glóf. Og svona börn í þessu Godwin Family í Boston byrjuði að ákæra einhverja konum að vera nord, sko. Og last person byrjuði við. Og má lesa þetta. Þetta er bara raðmorð, sko. Það er merkilegt að lesa þetta. Og góða fólki slapp allt saman. En hins vegar tapaði pupullin lífinu, sko. Og það var nú gaman að svona, og það mun ég gera núna, sko. Ég mun aðeins fara yfir svona lögfræðina í norna réttarhaldum, sko. Það er mér sýnist að það sé möguleiki. Hérna kemur skot á mig eða svona athugasemd. Salem gæti hafa verið hoax. Miles Mathis heldur því fram. Það getur vel verið, sko. En það er svo mörg annur træl, sko. Er þá þessi að halda því fram að öll nornaveiðin hafi verið hoax. Það er bara allt ég er alveg á þeirri línu að allt í sögunni getur verið lygi, sko. Ég er svo sem ekkert endilega að slá hendina á móti því, sko. $50,000 people. En það er alltaf þetta, sko, hópist, það er alltaf einhvern veginn að drepa hana fólk, sko. Það er þessna sem ég er alltaf að sýna ykkur stjórnarskrá víkinga. Það er mér alltaf að sýna ykkur stjórnarskrá víkingaflokksins. Það er að hún kemur í veg fyrir svona hópista kjaftaði sjávarslóðana hérna. Þetta er eina sanna stjórnarskrá, sko. Og hérna er svo sem er í gildi núna. Stjórnarskrá líg veldisins Ísland. Það er smá stafsendinga vilja. Þetta á að vera G en ekki eð. Og
þetta sem sagt sjálfsveldis hugsun sem í þessari skrá hjá mér. Og þótt hún séu bara þessar 4 greinar, þá getið þið bara farið yfir lagasafnið. Svona atburði þar sem við þurfum að setja saman tribunals, svo í seinni heimsstyrjöldinni og Rúanda og Suður Afríku og allt það sem að stjórnvöld hafa farið svona alveg út af sakramentinu. Þá gaman að bera þessa stjórnarskrá mína við það, hvort að til dæmis T4 lögin hefur verið hægt að setja þau ef þessi stjórnarskrá í gildi. Það mjög gaman að taka lög og bera þau saman við þetta hér. Þetta svona gullstandardin í stjórnarskrá. Og það svolítið, það er náttúrulega lífstarfið mitt, það er ekki gegnum þetta. En reyndar með þessi vitsa, það eru svo mörg dæmi svipaðar, þetta svona svipaðar aðferðir, Það til dæmis það þetta sem sagt, það breytir hún engu, það er ágætt að líta svona á söguna bara, pæli því hvað hefur gerst eða þessar sögur, það skiptir ekkert öllu máli hvort það sé alltaf satt ekki, það ég svona meira að leita eftir prinsipunum. Að 1302 þá ykkur sem bara segir, heyrðu, allt haf og allt land og allar sálir eru mínar, Og það sama sem að Hope of Ark hefur gert, þar eru þeir að lýsa yfir þeir eiga stjórna öllu, ráða öllu. Og ég fjallaði þetta í eldri vídeóum, þú getur þetta verið 5 eða 6 eða 10 ára gömul, Að þar ég að tala til dæmis tjaldbúðina. Það heilmikil fræðsla í tjaldbúðinni, Og ég fór mjög ítarlega yfir þessa tjaldbúð og hvernig meira að segja heimskerfið okkar byggt á sama hátt. Það sést allra heilagasta, það örkin sem ég kalla prump í bóksinu. Og það eins og hlýin COVID, það að 7-2 séu að mannavöldum séu eitthvað vesen, það allt maður ligar, Og það var ekkert almennilegt. Þetta ekki tabarnakal. Já, þetta. Myndin sem þetta sem sagt, fortjaldið. Ég að komast í 1,5 tíma. Ég fyrir nú að hætta núna. En ég fjallaði mjög ítarlega þetta, hvernig valdakerfi byggt upp. Og það sérðu mjög vel í tjaldbúðinni, hvernig hún var byggð upp. Það sett prumpið í bóksinu. Og það getur verið alls konar. Og síðan valdastrukturinn byggður út frá, geður mér eina blekkingu og ég sanna restina, það geður mér eina lygi og ég sanna restina og það alltaf ein lygi í bóksinu, eða stundum það margar lygar sem sitja í bóksinu. Og það snýst alltaf það að fá peninga eða eitthvað hagnað, gróða. Og það var það sem að gerðist þegar að Jesú var krossfestur. Þá rofnaði fortjaldið, þannig að fólki sá blekkinguna. Og það raun það sem þetta COVID-dæmi, það svona
hluta af þessu sko að núna er svona andlegur jarðskjálfti í því plotti sko þannig að núna fortjaldið að rifna sko og allir sjá bara þetta bara eitthvað prump í boxi sko þið ekki einu svona að hlusta á þannig sem að fann upp PCR-testi sko og sem að sagði að þetta væri fundið til þess að ekki til þessara nota og þið sjáuð að svona valda byggingar með þess að nútímans eru byggðar svolítið í þessum stíl sko þetta eru eins og frímorra súluna til dæmis alltaf súlur sko þannig að ekkert af þessu eru tilvíðanir sko hérna súla að þannig að það þótti ég sé að taka dæmi eins og með nornaréttaröldin eða rannsóknarréttin eða eitthvað slíkt þá ég eiginlega aldrei að tala þann tiltekna atburð ég að nota svona þekktar sögur úr sögunni til þess að sýna fram á eitthvað punkt eða eitthvað það svona pælingin með þessu en skoða endalega myndböndið þar sem ég fer í sjálfsveldisisman og allt þetta ég og allar það pælingar og fullt af klukkutími í Frelsi TV skólanum, háskólanum sem ég alltaf með doktorspróf í það munið það en hérna endalega munið að styrkja kallin eða getið það og hérna þannig að við heyrumst fljótlega aftur þetta gæti sko, ég keyri bara eftir orkunni sko og ef að mér misheppnast alltaf að hafa þetta stutt þá líður meira á milli en svo alltaf svona smá tækni erfiðleikar eins og í upphafi ég held ég hafi spilað þetta bara á eigin myndavél sko í upphafi glemt að setja hérna eitt fiff á eins og það ég ekki nakin að neðan þegar ég í útsendingu það var henni ljóta af því en hérna fengu það svona einhverja einsýn í það kannski hvað ég geri upphæðin og hérna líka flotta myndir maður Tabernacle and the High Priest þetta snilt sko hérna allt útskipt í smáatriðum sko og steinarnir á presturum þetta eiginlega hefur það ennþá verið að keyra þessa uppskrift þetta aðferðin við að gera þetta sko og það ástæðan fyrir að þið sjáu allar valda byggingarnar byggðar svolítið í þessum stíl og dómararnir eru með skikkjur og svona og þannig að ef að fólk skilur ekki þessi fræði þá skilur það ekki neitt held ég en sem sagt, ég ætla að reyna þá í þriðja skipti að segja takk fyrir mig og hérna veit ekki hvort þið á að bíða eftir 33 aftur að stríða fólki eða taka 33 á þetta en hérna þessi Ark of Hope sem verður að byggja núna alveg nákvæmlega eins og þetta þetta gert hérna bara fyrir stuttu sko og þetta fólk ætlar að reyna að klára að ná öllum völdum fyrir 2021 það að hluta til ástæða fyrir öllum sem látum núna það sem bækunar sem í þessari ork snúa allar að því að og það var fólkið sem skýrgreinir allt sko það ræður það þessi Earth Charter sko og þið sjáuð sko fólk búið að loka
Það er ekki klárir í vefsíðu gerð þessir. Það gengur ekki. En Earth Charter hluti af Agenda 21. Og þetta svona sértrúarsöfnuður, sko. Sem að ég tel vera stórhættulegan. Og þið sjáuð íslenska ráðamenn með þessi pinna frá þessu. Veit ekki hvað litarnir núna. Og þetta til dæmis, þið vitið það núna þetta lið að fá 50 milljarða frá Íslandi til þess að reka allt þetta, þetta allt saman í rándýrum húsum og það liðir allt fyrir moldríkt, sko. Af peningum sem að væri hægt að gefa, eða að láta eldri borgara fá og alls konar svoleiði, sko. Það er ekki planið, sko. Það er ekki boðið, sko. Hérna sjáum við Agenda 20, þetta er þessi markmið. Þau eru tengd sem sagt Agenda 21 og þau eru tengd. Og þið sjáum við að íslensku stjórnmálamennir eru meira og minna með barmmerki frá þessum aðilum. Sem voru að skrítið ef þeir eru að vinna fyrir mig og þig og alla hina, sko, þá hefur maður haldið að þeir myndu vera með svona einhver íslenskumerki, en það er ekki. Þeir eru með Sustainable Development Goals. Hérna komumst við í, sjáu þetta merki hérna. Þið sjáu það með þessi barmmerki, pólitíkusana okkar, sko. Hérna, það er alltaf að betla peninga. Það vantar alltaf peninga eins og Axel í Hawks, alltaf að biðja peninga. En þeir eru alltaf að ákveða allt, hvað er friður og hvað ekki og bara allt undir þeirra yfirráðum. Og við lesið 16 gólin þá ætla þeir að taka stjórn á öllu í heiminum, hvaða nafni sem það nefnist. En nú ég komin í 1:32:49, þannig að útsendingu fyrir að ljúka núna. Þakka ykkur fyrir komuna. Og þetta hljóð bara rennur ljúft í gegn, ég vona það hafi verið ljómandi gott í allt kvöld. Þeir eru nú komin 30. Þá kom einmitt svona truflun þegar ég var að hrósa. Lítið síðan ég ekki mig. En heyrðu, þakk fyrir kvöld, verið sæl.